Magnús Vignir Pétursson var aðeins á 17. árinu þegar Þróttur var stofnaður þann 5. ágúst 1949 og var hann einn af stofnfélögum. Hann var mjög virkur í starfi félagsins strax frá stofnun og var meðal annars unglingaþjálfari auk þess að setja tíma í stjórn félagsins. Hann var jafnframt einn af forvígismönnum að skákæfingum í félaginu og þegar stofnuð var breiddsteild var hann kjörinn formaður hennar strax á 3. ári. Hann var í 30 ár í fremstu röð dómaralandsins, bæði knattspyrnu og handbolta. Á gamlársdag 2021 var hann útnefndur heiðursfélagi í Þrótti. Sögu- og minjanefnd ákvað af því tilefni að taka viðtal við Magnús, en viðtalið skiptist í 2 hluta. Í fyrri hlutanum segir Maggi frá stofnun og árdögum félagsins, en í seinni hlutanum fer hann yfir langan og viðburðaríkan feril sem dómari. Hvað að því að Þróttur var til var já, ég skal segja ykkur það. Við vorum í Fram og æfðum á Grímsstaðarsvellinum, fótbolta. Og það voru 50 strákar að æfa. Svo þegar við erum búin að æfa svolítið lengi að sjáum við það að við sem vorum í liðinu, í 4. flokksliðinu, hinni komst ekki af. Það voru 30 eitthvað strákar. Og við hættum í Fram og stofnuðum Þrótt og fengum meiri hlutan af krakkanum með okkur sem átti heima þetta á Grímsstaðarholti og áfram, sumir hélt áfram. Og getur lýst svolítið stofnfundinum, svona minningarvinnar af honum? Sko, stofnfundur var haldinn í Bragganum og það var fullur bragginn af krökkum og stofnfélag urðu 38. Ég alltaf að rífa þetta við Helga Þorvald, ég sagði, þú veist ekkert þetta, því þú ert ekki eins og fættur þegar við stofnum Þrótt. Það var bara 2-3 ára, sko. Og þeir voru í þessu og Dóri Fiss og Eyjólfur. Svo bara hélt þetta áfram að þróast og þetta var frábær stofnun sem var sett á þetta stofn. Svo þegar við erum búin að stofna Þrótt, þá byrja náttúrulega æfingarnar og það 50 flokkur, 4. flokkur fullt af krökkum. 20 í hvorum flokki og þá kemur að því að ég tek að mér að þjálfa yngri flokkin og Gunnar bróðir eldri flokkin. Því hann var ekki stofnandi Gunnar. Hann var ekki stofnandi. Hann var í sveitinni, sko. Við stofnum Þrótt 5. ágúst 49. Gunnar bróðir var í sveitinni, sko, elsta rollur, sko. Hann fór alltaf í sveit. Og hvernig kom það til að þið eruð þjálfarar? Bara buðuð ykkur fram? Já, býttu, hvernig kom það til að þið eruð þjálfarar? Það góð spurning. Ég var að æfa í Fram í 4. flokki og 5. flokki og Ríkharður Jónsson, sem þá 3 árum eldri en ég, að hann var þjálfari okkar. Og Ríkharður var góður strákur. Svo maður í Fram og ég spila með Fram 5. flokk, 4. flokk og 3. flokk. Þá ég í 3. flokki þegar ég 17 ára og þá hætti ég í flokknum og þá förum við að stofna Þrótt. Þá hættum við að hlaupa úr Skerjafirðinum og Grímsstaðarholti upp á við sjómannaheimilið, við sjómannaskólann. Þar var framheimilið og þar vorum við að æfa. Og svona gekk þetta fram á því. Svo vorum við heppnir að við áttum frábæra forystumenn. Það var Halldór Sigurðsson, það var Eyjólfur, Óskar Pétursson, Einar Jónsson múrari, Bjarni Bjarnason í Skerjafirðinum, Bjarni á Þjóðsagötunni og Bjarni og Haraldur Snorrason. Þeir voru eitt dæmi með þetta, Haraldur, að hann átti að mæta á stjórnarfund og ég sagði ég skal bara sækja það því þá var ég komin á bíl og svona. Ætli hafi ekki verið 18 ára þá. Og þá fer ég heim til hans og segi við frúna, Halli heima? Nei. Veistu hvað hann er? Nei. En ef þú verður var við hann, sagði hún, segðu honum að ég þurfi líka að tala við hann. Það þetta ekki bara verið Þrótti. Þetta var svolítið skemmtilegt. Áttum mjög góða styrktamenn. Magnús Skeving
í Smjörlíkinu, Bjarni var verkstjóri þar, Bjarni Bjarnason og Davíð Skeving seinna. Og ég fór til Magnúsar og sagði nú ætlum við að fara að selja gott, okkur vantar pínulítið til að búa til tjöld og við vorum með 10 tjöld á Lækjartorgi og í kring 17. júní. Og við þénuðum svo mikið á þessu að við höfðum kostnað fyrir að gera út félagið. Já. Svona var Þróttur þá. Og kynni mín af Skeving gamla með mjólkum, með Smjörlíkið. Ég fór til hans og sagði okkur vantar smá eira til að smíða sko tjöldin til að nota í söluna. Og hann sagði komdu hérna, opnaði skúffu. Hvað, ég sá ekkert í skúffunni, ég hafa peninga. Taktu þetta upp, þetta er 80.000, ég ætla að gefa ykkur þetta. Þetta var stóra upphæð þá? Stór upphæð? Þú fékkst 13-14.000 laun á mánuði. Ég ætla að gefa ykkur þetta og ég treysti þér fyrir þessu. Sérðu, svo var bara smíðað og gert svona, allir að smíða, allir að selja gottir í á 7. júní. Svo var stofnuð skáksveit, svo stofnaði ég skáksveit í Þrótti og það voru komin allt í 60 börn að tefla 2 í viku. Í Bragganum? Í Bragganum og 60 brittspilarar. Og meðal annar var pabbi Jóns Gnarr, hann var að spila með okkur. Jóns Gnarr hérna leikara. Og það var Steini frendi minn og hann var verslunarstjóri Krónu í Skerjafirði. Hann gaf Þrótti 12 töfl, takk heitir, 12 klukkur og menn, svo gaf hann þeim 60 brittsbakka. Hann gaf þeim allt sem þurfti. Steini var einhleypur og bjó uppi hjá okkur þarna uppi. Og og gaf okkur þetta, svo var brittsmót, alla meturinn, allt að gera. Svo stofnum við skautadeild. Og það er bara frægasta deild sem við höfum stofnað. Það var það var Óli, það var Jón Þorsteinn Steingrímsson, hann var margfaldur Íslandsmeistari lögregluþjónn og svo var það Kalli handboltastjarna, hann var þróttari líka og svo var það Bonni, Mansi, Jón Ásgeirs, allt voru á flegiferð að keppa á skautum og tjöldi, það var alltaf frost á veturna. Ég man bara ekkert eftir öðruvísi en það verið frost þegar ég var lítill. Og þetta hefur verið vinsæl íþrótt, skautahlaup? Alveg, við áttum Íslandsmeistari 3 af 5 greinum. Þetta var gósentíð fyrir uppeldi á börnum þarna hjá. En voru þið ekki líka svolítið með kvikmyndasýningar? Já, það var Gunnar Eyland. Það var kvikmyndasýningar á hverju laugardegi. Það var bara eins og að fara í bíó og Trípóli bíó þarna rétt hjá. Hvað fekk hann myndirnar? Hann fekk það ameríska sendiráðuna, hann bróðir hans vann þar, hann fekk lánaða myndir þar. Og svo... 8 mm og allavega myndir og bíó með Roy Rogers og allt þetta drasl. Var það selt inn eða var það bara frítt fyrir börnin? Fyrir þróttarana. Það var allt frítt fyrir þróttarana. Og svo skal ég segja ykkur, þetta skeiði svo margt, þetta var alveg með ólíkindum. Þetta var sko, Þróttur var á þessum tíma bara stórveldi í íþróttahugsun. Skilurðu? Sko, svo var farið að segja, Maggi, hann er í Þrótti, skilurðu mig? Það var bara niðurlegandi, sko. En þá var tímabilið að líða, sko. Þá fóru hinar að taka við. Svo settum við upp skákdeildina og héldum heljarmót á hverju ári í KR heimilinu, vestur frá, 4 sveitir frá hvoru félagi í Reykjavík. Þetta var svo ólympíukeppni. Fullur salur af skákmönnum að keppa í skák. Skilurðu? Voru það þá íþróttafélagin sem voru að keppa? Já, það var KR Víkingur og alveg íþróttafélagi. Endilega segja okkur frá þessum frægu ferðum til Luxemborgar og víðar. Já, býttur við. Ég fór ekki til Luxemborgar. Ég fór með hópinn til Póllands,
Ég fór með hópinn til Danmerkur tvisvar og ég fór með hópinn til Skotlands. Svo hringdu káringarnir og sögðust alltaf að fara til Skotlands með 50 manna hóp. Það vanti alvöru fararstjóra og ég var fenginn í það. Voru hinn félögin ekki mikið að fara svona erlendis? Það var allir að fara eitthvað. Já. Þeir fóru bara Danmark. Já. Bara kun Danmark að sejle over havet og blive i Danmark i en uge. Við fórum til Póllands 5 vikur. Austantjalds? Já, 5 vikur. Og hvernig var þetta fjármagnað? Við erum bara boðinni, við borguðum ekki krónu. Nú, Þetta var á tímum þetta var á tímum kalda stríðsins já. og það kom boð til KR. Þeir vildi ekki, Valur, þeir vildi ekki. Svo kom Þróttur, ég sagði, við förum. Og við fórum. Og við fórum í Arnarfellinu út og dronning Alexandrín í gennum Fean. Og svo fórum við við fórum í 7 staði í Póllandi. Við lékum, skal ég segja þér, við lékum í Gdansk, Varsjá, Volomín, Varsjá aftur og svo í borg nálægt Kraká. Og við ég skoraði þá mark frá miðju í Stöngilaugin. Ég var bara bakvörður, var að gefa boltana Bjarna Jensen og sagði Bjarni, boltinn heldur á stað, hann er senter, hann þurfti ekkert að taka bolta, hann fór bara í Stöngilaugin. Og þá kallaði líðurinn Puskas. Það var Puskas, ég var kallað Puskas 10 ár. Eftir ég kom heim, Óli B. var að þjálfa okkur þá í meistaraflokki og Óli sagði, varstu að gera okkur rósir í Póllandi? Já, ég var ekki að rósir, hvað fréttið þú það? Já, þetta er út allt maður, kallað Puskas. Það er bara frægasti knattspyrnumaður heims. Og ég sagði, já, þetta var nú ekkert merkilegt. Og ég var inn í vítateig, á horninu, tók boltan, lét að falla og sparkaði honum í Stöngilaugin. Aldrei sparkað bolta í Stöngilaugin og aldrei gert mark. Og óviljandi? Bara óviljandi, já. En þegar ákvörðun er tekin að flytja félagið yfir í Austurbæinn? Já, vitum við, það var þannig að þetta var orðið of lítið pláss. Það var bara litli völlurinn fyrir framan Trípólubíó og það var ekkert annað. Og svo smá skeki suður í Skerjafirði, Stóra Skerjafirði, við Sjálfstöðina. Og það er ákveðið það að tala við borgina og þá fengum við góðan mann í fararbroddi. Og hann var í bæjarstjórn. Já. Og hann kemur því í gegn að við fáum land við Sæfæðarsund. Hvernig tóku gömlu Skerfirðingarnir og Holtarnir því? Þeir tóku því vel vegna þess að það var ekkert annað að ræða. Hann átti að flytja félagið og stækka það, eða gera það voldura, eða vera þarna sama stað og hóna niður í ekki neitt. Þannig var þetta. Þannig að menn sáu bara ef að Þróttur ætla að lifa. Já, þá verður að flytja sig. Svo sömdu þeir ljóð, Trésmiður á Pálsgötunni og það er svona: Þróttasveina sitji heilir, sjáu bráðum vora fer, fram til dáða djörfu drengir, fram og skora hér. Það er í Stöngilaugin.